myndavélina alltaf, ég veit ekki hvort það kviknar eitthvað á mér. Góðan dag og ég býð ykkur velkomin til 340. fundar sveitarstjórnar Rangárþings eystra. Ég set hér með fundinu og óska eftir athugasemdum við fundarboð ef einhverjar eru. Ef svo ekki, að þá langar mig til þess að óska eftir því að bæta þremur málum á dagskrá. Mál númer 5, 2509-036, tillaga B-lista breytingu á nefndarskipan skipulagsnefndar og mál númer 6, 2509-035, tillaga fulltrúa B-lista hjólreiðastígur, tenging Rangárþings eystra og Rangárþings ytra og síðan mál númer 7, 2509-034, fyrirspurnir fulltrúa B-lista framkvæmda samkvæmt fjárfestinga og framkvæmda áætlun 2025. Aðrir liðir færast eftir því. Þau sem samþykkja að bæta þessum málum á dagskrá gefa merki. Það samþykkt samhljóða. Áður en við göngum til dagskrá ætla ég að renna yfir þau sem að sita hér í fundarsalnum. Það Anton Kári Halldórsson, Árnir Hrund Svavarsdóttir, Sigríður Karolína Viðarsdóttir, Lilja Einarsdóttir, Rafn Bergsson, Bjarki Oddsson og Tómas Birgir Magnússon. Margrét Jóna Ísarsdóttir sér ritun fundarins og Sigurmundur Páll Jónsson sér tækni og útsendingarmál. Þá bara rennum við í dagskrá fundarins og fyrsta mál á dagskrá minnisblað sveitarstjóra 11. september 2025, lagt fram minnisblað sveitarstjóra helstu verkefni liðinna vikna. Anton Kári, gjörðu svo vel. Takk fyrir það. Oddviti sveitarstjórnar fulltrúar og aðrir tilheyrendur. Ánægilegt að vera hérna með ykkur aftur í dag. Ég ætla að renna við það helsta sem á dag okkur hefur drifið í sumar, þó að listin sem alltaf eins og gefur að skilja engan veginn tæmandi og væri þá efni í ansi langt minnisblað. En fyrir það fyrsta vil ég bjóða sveitarstjórn velkomna úr sumarfrí. Alltaf mjög gott þegar hlutirnir færast aftur í fastar skorður og rútínan tekur við. Sumarleyfi sveitarstjórnar var frá 10. júlí til dagsins í dag. Byggðaráð hefur því undanfarið sinnt verkefnum sveitarstjórnar og fundir haldnir venju samkvæmt aðra hverja viku. Fjöldinn allra málum hefur verið afgreiddur í byggðaráði og þakka ég fulltrúum fyrir vel önnun störf nú í sumar. Eins og við Íslendingar þekkjum vel sumarið hjá okkur afskaplega stuttur tími. Engu að síður ætlum við okkur mikil verk á þeim stutta tíma og því var ekkert öðruvísi farið hér hjá okkur í Rangárþingi eystra þetta sumarið. Fjöldinn allra verkefnum, stórum og smáum, hefur verið unnin og enn unnið að fjöldamörgum verkefnum sem stendur að því að klárist fyrir veturinn. Að venju stikla ég hér á stóru nokkur af þeim helstu verkefnum sem við hér Rangárþingi eystra og aðrir í sveitarfélaginu okkar höfum verið að fást við að undanförnu. Eins og allir vita að þá íþróttastarf í sveitarfélaginu okkar og sýslunni allri til mikillar fyrirmyndar. Þar unnið gríðarlega mikilvægt, óeigingjarnt starf, oft í sjálfboðavinnu. Þess vegna þeim mun sætara þegar framúrskarandi árangur næst. Eins en meistaraflokkur karla KFR vann sér liðna helgi sæti í 4. deild næsta keppnistímabil. Það hefur verið mikil stemming á SS-vellinum í allt sumar og strákarnir dyggilega studdir af ungum sem öldnum áhorfendum. Meistaraflokksstrákarnir miklar fyrirmyndir fyrir yngri kynslóðin okkar og aðdánarvert að sjá hvað þeim tekst að rífa alla með sér í gleðinni. Innilega til hamingju KFR með árangurinn. Mér langar líka til að minnast aðeins á hversu vel búið að krökkunum okkar og fjölskyldum þeirra hér í sýslunni þegar kemur á íþrótt og tómstundastarfi. Fjölbreytnin gríðarlega mikið, starfið vandað og kostnaður verulega lágur í samanburði við það sem tíðkast á öðrum stöðum. En þetta kom glögglega í ljós í kastljósumræðu fyrir nokkrum dögum. Þetta tekst okkur að sjálfsögðu einungis með góðri samvinnu, það íbúa og sveitarfélaga. Við eigum að vera duglega að hampa okkar flotta starfi því það svo sannarlega einn af þeim ótvíræðu kostum við að búa í okkar sveitarfélagi. Skóla- og leikskólastarf aftur komið á fullt eftir gott sumarfrí. Líkt og venjulega var lokunartími skóla og leikskóla nýttur fyrir hina ýmsu viðhaldsframkvæmdir. Áfram var unnið að viðgerðum á Hvolsskóla til að koma í veg fyrir myglu og rakamyndun.
Verkið gekk vel og ekki verður langt að líða þar til þeim verkefnum verður endanlega lokið. Ekki var neinar viðhaldsframkvæmdir á leikskóla að ræða, enda húsið nýtt og vel byggt. Hins vegar fór dágóður tími í vinnu garðyrkjuteymis og unglingavinnu í vinnu við lóð leikskólans. Lóðin er stór og vel heppnuð en krefst talsverðrar umhirðu allt árið kring. Að öðru leyti fer skólastarf vel af stað og ekki annað að sjá en að börn og starfsmenn fari brosandi inn í komandi skólaár. Óbreytt snið verður á mötuneyti beggja skólastiga á komandi skólaári og hefur byggðarráð nú þegar samþykkt gjaldfrjálsar skólamáltíðir líkt og á síðasta skólaári. Það er gaman að segja frá því að fjöldi barna á leikskólanum Öldunni fer ört fjölgandi og aldrei verið fleiri en nú, eða 114 talsins. Nemendur í Hvolsskóla fer einnig fjölgandi á milli ára og eru nú 231 talsins. Ljóst er að við verðum að fylgjast vel með til að geta brugðist við í tíma til að lenda ekki í húsnæðisvandræðum á næstu árum ef okkur heldur áfram að fjölga. Nú í sumar líkt á vanalega hafa staðið yfir talsverðar gatnagerðarframkvæmdir í sveitarfélaginu. Þar ber helst að nefna framkvæmdir við endurgerð Stóragerðis en sú framkvæmd er sú umfangsmesta sem sveitarfélagið stendur fyrir á þessu ári. Vinna hefur gengið vel, þó svo að tafir hafi orðið vegna lagningar og tengingar og hitaveitu. Samvinna verktaka og íbúa við Stóragerði hefur verið til fyrirmyndar, enda mörg að hyggja varðandi aðgengi, næði og fleira. Ég vil koma á framfæri sérstöku þakklæti til íbúa í Stóragerði fyrir þolinmæði og samstarfsvilja í þessu verki. Það er engan veginn sjálfgefið. Framkvæmdirnar í Stóragerðinu eru aftur komnar á áætlun og ekkert annað bendi til þess en að tímasetningar standist í framhaldinu. Talsverðar gatnagerðarframkvæmdir áttu sér líka stað við Austurveg og Lyngmóa. Það var líka nýtt tækifæri til sverunarlagna og undirbúningsfrekari framkvæmda við Austurveg. Bundið slitlag var endurnýjað á Skógafossvegi en það var kominn tími á talsvert viðhald, enda umferð veginn gríðarleg. Einnig var bundið slitlag sett á malaplan í miðbænum sem á nýbýlavegu var breikkaður við Hallgerðartún. Lagning göngustígs milli Hallgerðartúns og Króktúns var lokið nýlega og er hann kominn með endanlegt yfirborð og lýsingu. Frekari framkvæmdir við gangstéttir eru fyrirhugaðar í Hallgerðartúni nú í haust. Í vor var lokið við að bjóða út gatnagerðarframkvæmdir í Bergþórugerði og við Dufþarsbraut. Fyrirhugað er að þær framkvæmdir hefjist fljótlega og verða mestu lokið fyrir áramót. Með þeim framkvæmdum opnast að lausa lóðir til úthlutunar fyrir íbúðarhús og atvinnustarfsemi. Umræddar lóðir verða auglýstar, lausar til úthlutunar í vetur og framkvæmdir á þeim geta þá hafist næsta vor. Vinnu við nýtt bílastæði og þjónustuhús við Skógafoss lauk nú í sumar. Við getum verið gríðarlega stolt af þeirri framkvæmd, sem er mjög vel heppnuð og bætir aðstöðu við Skógafoss til muna. Gjaldtaka var einnig hafin á bílastæðinu og gengur hún vel. Rangárþing Eystra samdi við meðeigendur sína að svæðinu að fyrst í stað gengju tekjur af bílastæðum upp í útlagðan kostnað við nýja bílastæði og þjónustuhúsið. Í framhaldi þarf að vinna áfram í góðu samstarfi við alla hlutaðeigandi aðila hvernig fyrirkomulagi varðandi uppbyggingu verður háttað til næstu ára. Líkt og sagði í upphafið þessa minnisblaðs er sumarið mikill framkvæmdatími hjá okkur í Rangárþingi Eystra. Mikil vinna á sér stað hjá garðyrkjudeild og vinnuskóla allt sumarið við ýmiss konar viðhald og fegrun umhverfis. Talsverðar framkvæmdir hafa staðið yfir á vegum áhaldhús við endurnýjun og viðhald á bæði vatns- og fráveitu. Ýmiss konar viðhaldi og betrumbótum hefur verið sinnt við eignir sveitarfélagsins víðsvegar í sveitarfélaginu. Listinn er að vísu mjög langur og oft á tíðum er ógerlegt að komast yfir allt sem þyrfti að gera, en allir eru að gera sitt besta hvað það varðar. Verið er að leggja lokahönd á hönnun og útboðsgögn vegna gervigrasvallar sem fyrirhugað er að byrja á nú í haust á æfingasvæði við íþróttavöll. Körfuboltavöllurinn við Hvolsskóla er einnig á framkvæmdaáætlun haustsins og er vonast til þess að framkvæmdir við hann ljúki á næstu vikum. Mikil uppbygging á sér stað víðsvegar í sveitarfélaginu þar sem fjölbreytt íbúðarhús og íbúðarbyggðir rísa. Framboð hefur ekki náð að halda í við eftirspurn en það er eitt af grundvallaratriðum hvers samfélags að nægt og gott húsnæði sé til staðar svo fólk geti sest hér að. Talsverð uppbygging hefur einnig átt sér stað í sumar sem tengist atvinnuuppbyggingu á svæðinu. Gistirýmum fjölgar statt og stöðugt bæði í dreif og þéttbýli en það undirbyggir svo grundvöll fyrir frekari þjónustustarfsemi svo sem verslunar og veitingarekstri. Til gamans má einnig nefna að formlegt samkomulag milli sveitarfélagsins og Festis vegna lóðaúthlutunar til byggingar meðal annars nýrrar krónuverslunar var undirritað í lok sumars. Samkvæmt því samkomulagi verður ný krónuverslun tekin í gagnið ekki seinna en árið 2028. Margar skipulagsáætlanir eru til meðferðar og verður spennandi að fylgjast með hverjar þær verða veruleika á næstu árum.
Sérstaklega ánægjulegt þykir mér að nefna að byggðarráð Rangárþings eystra samþykkti á síðasta fundi sínum þátttöku sína með stofnframlagi til byggingar sértæks búsetuúrræðis fyrir fatlaða sem byrja verður að byggja hér á Hvolsvelli í haust. Sveitarstjórn hefur í áraraðir kallað eftir slíkri uppbyggingu þar sem þörfin er til staðar og nú verður það loks að veruleika. Í sumar fór talsvert fyrir fréttaflutningi varðandi úthlutun lóða í Þórsmörk. Eins og oft vill verða í slíkri umfjöllun voru staðreyndir talsvert slitnar úr samhengi. Sveitarfélögunum ber lagaleg skylda til þess að auglýsa þær lóðir sem eru til staðar innan þjóðlenda í sínu sveitarfélagi. Þær lóðir sem var að ræða þessu sinni voru nú þegar byggðar lóðir í Húsadal, Langadal, Básum, Slippugili og Emstrum. Samkvæmt skilmálum aðalskipulags Rangárþings eystra og gildandi deiliskipulags fyrir svæðin eru mjög strangir skipulagsskilmálar sem kveða á mjög svo takmarkaðar uppbyggingar heimildir. Þannig að allt tal baðlón og lúxushótel á þessum svæðum var algjörlega úr lausu lofti gripið. Byggðarráð fór yfir, mat umsóknir og samþykkti að ganga til samninga við núverandi rekstraraðila leigu á lóðunum. Þeir aðilar eru Ferðafélag Íslands, Ferðafélagi Útivist og Bandalag íslenskra farfugla. Þær samningaviðræður munu hefjast á næstu vikum. Næsta skref í úthlutun lóða innan þessara svæða er að auglýsa lausar til úthlutunar lóðir sem eru óbyggðar. Á þeim lóðum er gert ráð fyrir lágstemmdri uppbyggingu fjallaskála og á þeim flestum er hámarks byggingamagn 120 fermetrar. Stefnt er að því að umræddar lóðir verði auglýstar lausar til úthlutunar nú í byrjun vetrar. Aðeins varðandi hátíðarhöld og skemmtanahald. 17. júní var haldinn hátíðlegur að venju víðsvegar í sveitarfélaginu fyrir sumar. Nóg var að vera og þéttpakkaðar hátíðardaskrar voru í boði á öllum stöðum. Vel gert allir, kvenfélög, félagasamtök og aðrir aðilar sem koma að því að gera þessi hátíðarhöld gerleg. Alþjóðlega hjólreiðakeppnin The Rift var á sínum stað í júlí. Keppnin var fyrst haldin 2019 og hefur farið vaxandi síðan. Uppselt var í keppninni í ár, enda nýtur hún mikilla vinsælda hjá bæði innlendu og erlendu hjólafólki. 1200 keppendur tóku þátt í ár og hafa aldrei verið fleiri. Fylgja keppendur bæði aðstoðarfólk og stuðningsfólk í hundraðatali og var öll gisting á Suðurlandi uppbókuð í tengslum við keppnina. Samkvæmt keppnishöldurum er ekki áætlað að stækka keppnina enn frekar og verður hún því líklega með sama sniði næstu ár. Er að ræða eitt stærsta íþróttaviðburð sem á sér stað á Íslandi ár hvert og við getum verið stolt af því að fá að hýsa hann hér ár eftir ár í Rangárþingi eystra. Sé vilji til þess gætum við einnig útvíkka keppnina meira í okkar sveitarfélagi, en keppnishaldarar hafa ítrekað lýst sig viljuga til þess. Ný hátíð skaut snögglega upp kollinum í sumar þegar Njáluhátíð í Rangárvallasýslu var haldin í fyrsta sinn. Í alla staði var verulega vel lukkaða hátíð að ræða og allir viðburðir henni tengdir virkilega vel sóttir. Það er greinilegt að við eigum mikið inni þegar kemur að sögun okkar og hvernig við fræðum og kynnum hana fyrir öllum sem vilja heyra. Ég geri ráð fyrir því að Njáluhátíð sé komin til með að vera og hlakka til að taka þátt í hennar ári. Kæra þakkir til allra þeirra sem koma að skipulagi og utanumhaldi hátíðarinnar. Kjötsúpuhátíðin 2025 var svo haldin með pomp og prakt núna í lok ágúst. Held að það sé samdóma álit flestra að virkilega vel hafi tekist til með allt sem snýr að hátíðinni. Veðrið lék við okkur á mestu leyti, íbúar buðu til heljarinnar súpuveislu og fjölmennar samkomur fyrir alla aldurshópar voru haldnar í stóra tjaldinu á miðbæjartúninu. Líklega hafa aldrei fleiri gestir sótt kjötsúpuhátíðin okkar, enda Rangáreyingar hvað bestir heima sækja. Líkt og með aðrar hátíðir þá heppnast þær ekki nema að þeim komi fjöldi manns og leggi hönd á plóg. Sama á við kjötsúpuhátíð, en að henni kemur fjöldin allir af aðilum sem sjá til þess að hátíðin verða veruleika. Takk kærlega allir fyrir ykkar framlag og vinnu. Og að lokum, það er að næga að taka nú í sumarlok sem gaman var að fjalla og tipla á í þessu minnisblaði. Eins og gefur að skilja ratar hingað umfjöllun aðeins brot af þeim verkefnum, viðburðum og öðrum hlutum sem hægt var að fjalla Mér finnst alltaf notalegu tími í haustbyrjun þegar hlutirnir færast í sína eðlilegu rútínu. Við uppskerum eftir gróskumikið sumar og tökum fagnandi á móti þeim verkefnum og áskorunum sem framundan eru. Takk fyrir mig. Takk fyrir þessa yfirferð, Kári. Er einhverju sem vilja takast til máls undir þessum lið? Lilja, gjörðu svo vel. Já, oddviti og aðrir fundamenn, takk fyrir. Mér langar bara að taka undir með sveitarstjóra. Það er ánægilegt hvað það er mikið í gangi og margt að gerast í sveitarfélaginu okkar og þar koma margir að eins og fram kom.
Það skiptir okkur gríðarlega máli og er gott að vera góður valkostur fyrir fólk til að heimsækja og búa á. Við erum með tillögu á eftir fulltrúar B-lista varðandi framkvæmda áætlun og framkvæmdi, hvernig hefur gengið að framfylgja þeim og ég fylgi henni betur úr hlaðu eftir. En takk fyrir kærlega. Takk fyrir Lilja. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið? Ef svo er ekki, þá göngum við til annars liðs á dagskrá. Það er skipulags- og byggingafulltrúi umboð til undirritunar lóðalegu samninga. Lögð fram tillaga að veitingu umboðs til Þóru Bjarkar Ragnarsdóttur skipulags- og byggingafulltrúa til að undirrita lóðalegu samninga og merkja lýsingar fyrir hönd sveitarfélagsins. Er einhverju sem vilja tjá sig undir þessum lið? Ef svo er ekki, þá ætla ég að lesa eftirfarandi bókun. Til samþykktar sveitarstjórn samþykkir að Þóra Björg Ragnarsdóttir skipulagsfulltrúi hafi fullt umboð til þess að undirrita lóðalegu samninga og merkja lýsingar fyrir hönd sveitarfélagsins og eftir atvikum aðra samninga sem varða afnot af lóðum og lendum sveitarfélagsins. Fyrir umboð skipulags- og byggingafulltrúa eru þá dregin til baka. Þau sem samþykkja þessa bókun gefa merki. Það er samþykkt samhljóða. Þriðja mál á dagskrá er Skaftárhreppur, bókun vegna bílastæða mála Ytri Skógar. Lögð fram bókun Skaftárhrepps af 522. fundi sveitarstjórnar sem haldinn var þann 28. ágúst 2025. 25.08.014 málefni Ytri Skógar. Vegna bókunar byggðarráðs Rangárþings Eystra þann 21. ágúst 2025 þar sem fjallað var hækkun tekna vegna bílastæða við Skóga og breytt skipulag við Skógaskóla samþykkir sveitarstjórn Skaftárhrepps eftirfarandi í einu hljóði. Sveitarstjórn Skaftárhrepps óskar eftir sundurliðun á kostnað og tekjum sem Rangárþing Eystra hefur bókað í reikningsskilum sínum árin 2024 og 2025 vegna bifreiðastæða við Skógafoss. Er þess óskað að þessi sundurliðun sé unnin af endurskoðanda Rangárþings Eystra og send Skaftárhreppi eigi síðar en 15. september næstkomandi. Sveitarstjórn Skaftárhrepps samþykkir að senda Rangárþingi Eystra reikningað upphæð 9.954.000 krónur sem er hlutdeild Skaftárhrepps í þeim 42 milljónum sem byggðarráð Rangárþings Eystra bókaði sem aukið handbært fé vegna afkomu bílastæða á árinu 2025. Jafnframt felur sveitarstjórn Skaftárhrepps lögmanni sveitarfélagsins að gæta hagsmuna sveitarfélagsins vegna þeirra tillögu að breyttu deiliskipulagi við Skógaskóla sem byggðarráð Rangárþings Eystra hefur samþykkt. Er einhverju sem vilja tjá sig varðandi þennan dagskrárlið? Anton Kári, gjörðu svo vel. Takk fyrir það, oddviti sveitarstjórnar fulltrúar tilheyrendur. Herðu, já, við erum hér að fjalla bókun Skaftárhrepps er snýr að innheimtu bílastæðagjalda við Skógafoss. Eins og kemur fram í fundagögnum að þá var ég svo sem búinn að svara erindi Skaftárhrepps eða sem sagt bara í óformlegu tölvupósti. Mér þykir þetta miður, þetta erindi og svona látið í veðri vaka að Rangárþing Eystra sé svona einhvern veginn að dylja einhverjum hlutum með meðeigendum sínum við Skógafoss, en svo er náttúrulega bara alls ekki eins og bersýnilega við sömdum bara í febrúar núna síðast með undirritun allra meðeigenda okkar varðandi okkar fyrirsvar og við fengjum tækifæri til þess að vinna upp í okkar framkvæmdi sem við erum búin að standa í núna undanfarin 2 ár. En út af reikningum Skaftárhrepps vegna þeirra framkvæmda hafa farið samtals 200 milljónir árið 2024 og við erum að taka saman endanlega kostnað núna 25 og líklega endar hann í einhverjum 100 milljónum.
og við erum búin að gera ráð fyrir í viðauka hjá okkur núna 150 milljónir, þannig að við eigum talsvert inni þar og bara ítreka fyrir meðeigendur okkar önnur sveitarfélög að ef það er eitthvað sem vantar og upplýsingar sem við erum ekki að standa okkur í að veita, bara endilega verið í sambandi, það eru auðfengnar. En mér langar kannski bara að leggja fram í rauninni drög að bókun meðan ég stend hérna og þó svo að við séum ekki endanlega að klára að fjalla þetta mál, kannski fleiri tjá sig, en mér langar til þess að lesa hana og hún er á þessa leið. Sveitarstjórn Rangárþings eystra bendir Skaftárhreppi á samkomulag eigenda Ytri-Skóga frá 12. febrúar 2025, þar sem meðal annars kemur fram í 2. grein. Eigendur samþykkja með samkomulagi þessu að sveitarstjórn Rangárþings eystra setji gjaldskrá innheimtu bílastæðagjalda og annist innheimtu þeirra. Tilgangur er í fyrstu að Rangárþing eystra fái tekjur á móti þeim kostnaði sem lagt hefur verið út fyrir. Rangárþing eystra skal halda kostnaði vegna uppbyggingar og reksturs umrædda bílastæða sérgreindum sem og tekjum vegna bílastæðagjalda. Rangárþing eystra skal upplýsa eigendur fjárhagslega stöðu verkefnisins þegar eftir því er leitað. Og þá er það næsta. Kostnaður Rangárþings eystra vegna ársins 2024 liggur nú þegar fyrir í staðfestum ársreikningi sveitarfélagsins líkt og Skaftárhreppi hefur nú þegar verið bent á. Varðandi áfallinn kostnað árinu 2025 þá stendur yfir vinna við greiningu og honum ásamt tekjum. Þegar endanlegt yfirlit liggur fyrir verður það sent á meðeigendur Rangárþings eystra í jörðinni. Fyrir liggur að áætlaðar tekjur af bílastæðum árið 2025 dugi ekki fyrir nú þegar útlögðum kostnaði áranna 24-25. Því mun Rangárþing eystra ekki greiða reikning frá Skaftárhreppi enda eiga eigendur enn eftir að forma nánara samkomulag varðandi rekstur, uppbyggingu og meðhöndlun tekna á svæðinu. Varðandi breytingar á deiliskipulagi fyrir jörðina Ytri-Skóga áréttar sveitarstjórn að skipulags- og byggingafulltrúi hefur sent umrædda deiliskipulagsbreytingu ásamt öðrum breytingum á svæðinu til meðeigenda Rangárþings eystra að jörðinni, þar á meðal Skaftárhrepp, en engar umsagnir hafa borist. Þannig að já, þetta vildi ég leggja fram sem bókun og takk. Takk fyrir Andri Kári. Bjarki, varst þú ekki búinn að biðja orðið? Gjörðu svo vel. Já, oddviti, aðri fundamenn, takk fyrir. Ég var nú bara að byrja að segja að ég var ansi hissa þegar ég sá þetta og ég var ekki búinn að sjá þetta svo sem í fundargerð hjá þeim, þannig ég sá þetta bara þegar þetta kom inn í fundargögnunum hjá okkur. Mér fannst við hafa verið í svipari stöðu fyrra árinu þegar við vorum í átökum við nágrannasveitarfélög út af sama máli og ég hélt að það hefði verið búið að leiða það í jörð, stóð í þeim skilningi að nú væri sameiginlegur skilningur á því hvernig málin stæði. Og mér finnst í rauninni alveg ótrúlegt og ótrúlega sorglegt að við séum að standa í svona karpi á opinberum vettvangi við nágrannasveitarfélög okkar sem við erum í mikilli samvinnu með. Í rauninni í allri þjónustu sem sveitarfélögin eru að veita erum við í einhverju samstarfi og við getum ekki átt samskipti nema í gegnum fundagerðir með hótunum og einhverju. Það finnst mér bara alveg ótrúlegt og mér finnst það ótrúlega sorglegt að við séum komin á þennan stað og að því sögðu þá bara legg ég til að við reynum að funda með sveitarstjórn Skaftárhrepps á einhverju af þessum fjármálaráðstefnum eða sastingum og bara koma þessu samskiptum, við getum lagt okkar að mörkum í því að koma þessu samskiptum í lag því að þetta er ekkert eðlilegt. Ég er alltaf til í að taka spjallið þó ég geti kannski ekki svarað öllu en ég væri frekar til í að heyra það frekar en að vera að fá svona hótanir og þarna að samskiptin sé á þennan veg. Þarna legg ég það til. Takk. Takk fyrir þetta Bjarki. Lilja, gjörðu svo vel. Oddviti og aðrir fundamenn, takk fyrir. Já, ég tek undir með bæði sveitarstjóra og Bjarka. Þetta mér þykir mjög miður þegar samskipti þurfa að fara fram á þessum nótum en ég veit svo sem ekki alveg hvaða samskipti hafa átt sér stað önnur en einmitt þau sem Bjarki vísaði í hérna áðan þegar þetta barst okkur erindi á svipuðum kaliber.
Mér bara leikur aðeins forvitni á að vita til dæmis bara hvaða samskipti hafa átt sér stað, var til dæmis sveitarstjóri í sambandi við sveitarstjóra Skaftárhrepps þegar áður en við samþykktum viðaukann með auknum tekjum, bara svona til þess að við gefum tóninn að samtalinu. Það er bara það sem ég er að velta fyrir mér, því það eru auðvitað orðir til alls fyrst og upplýsingagjöf og samtal eru kannski frekar til þess fallina að það verði ekki ágreiningur. Ég er ekki að segja að það hefði ekki orðið, en það er alltaf gott og ég tek undir að það væri gott að reyna að eiga fund bara með þessari sveitarstjórn, öll sveitarstjórn, og þá eru allir vel upplýstir hvaða samtal er í gangi á hverju stað. Takk fyrir. Takk fyrir Lilja. Anton Kári, gjörðu svo vel. Takk fyrir það. Já, ég aðeins upplýsa samskipti. Samskipti hafa náttúrulega farið fram bara gennum héraðsnefnd og héraðsnefndafundur. Síðasti fundur var í vor, í maí. En að öðru leyti, nei, þú veist, og jú, það kom einn tölvupóstur eftir að við samþykktum þarna viðaukann okkar og þá var frá sveitarstjóra Mýrdalshrepps varðandi sem sagt þennan viðauka og hann fekk bara svar hæl hvers vegna hann var að vera að gera, en ég vitna bara líka í við gerðum þetta samkomulag, auka samkomulag í vor eða í febrúar og að sjálfsögðu það er alla línur opnar til þess að ná sér í upplýsingar til okkar og mér þykir einmitt bara miður að það skuli vera komið á einhvern stig í einhvern svona bókanaleik og ég vil svo gjarnan og ég meina þetta er líka allt eins og Bjarki kom vel inn og við erum að vinna með þessu fólki í alls konar málum og þetta eru vinnir okkar og félagar og við erum samstarfsfélagar og kannski fyrir þá sem ekki þekkja og finnst þetta torfa þá er Ytri skógar, jörðin Ytri skógar, hún er náttúrulega í eigu 5 sveitafélaga og við erum eitt af þeim sveitafélagum en höfum haft fyrirsvar með hinn ýmsum mál og skipulagsmál og sjálfsögðu af því að hún er í okkar sveitafélagi. En ég bara tek heilshugar undir, ég held að ég rakið bara að þau sveitafélög sem eiga, sveitarstjórnir og þeir fulltrúar sem eiga sem sagt í jörðinni hittist til dæmis á Sarsþingi sem verður í október og haldið þeim á Kirkjubæjarklaustri og bara förum þar yfir öll mál. En bara og líka þannig að það sé sagt að ég er líka búinn að bjóða öllum meðeigendum okkar aðgang náttúrulega inn í bókhald sem heldur utan allar þær tekjur sem verið að innheimta við Skógafoss, þannig að af okkar hálfu er allt opið og það bara við kannski mötum ekki upplýsingar en að allar upplýsingar bara eru veittar. Takk. Takk Anton Kári. Lilja, gjörðu svo vel. Já, oddviti, það eru fundamenn, takk fyrir. Já, ég er ekki að gagnrýna eitt eða neitt, ég bara þú veist, það er bara það sem ég var að hafa orð á að því þú segir, Kári, við mötum ekki upplýsingum, en stundum er það kannski bara rétta leiðin. Að senda, það er hérna viðaukahækkun hjá okkur, kannski hefði bara verið vel til þess fallið að upplýsa, segja, heyrðu, það stendur til að gera þetta svona af því að það kemur í ljós og þá geta kannski bara samskiptin orðið mýkri, bara til þess að læra því. Þannig reynum við að halda fólki upplýstum að því að stundum er maður hinum megin við borðið, það kemur mann eitthvað í opnarskjöldu að því maður veit ekki hverju maður á að spyrja. Svo bara sér maður hlutin framkvæmdan og þá spyrum við, af hverju hafði ég engar upplýsingar um þetta. Þannig að þetta er bara til þess fallið að samskiptin geti verið miklu og betri. Takk. Takk fyrir Lilja. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið? Ég tek bara undir, ég held að við eigum að reyna að hafa samskipti við nágranna okkar á góðu nótunum og vona að við náum bara að vinda ofan að þessu og taka samtalið þannig að þetta gangi smurt fyrir sig. Annars ætla ég bara að leggja fram þessa bókun sem var lesin upp hér áðan og bara leggja hana fram til staðfestingar, þau sem staðfesta hana gefa merki. Hún er samþykkt samhljóða. Þá er það 4. liður á dagskrá, það eru rafræn skil úr OneSystem, viljayfirlýsing. Lögð fram viljayfirlýsing þess efnis að Rangárþing eystra samþykki að hefja vinnu við að koma á rafrænum skilum á skjölum úr OneSystem skjalakerfi sveitarfélagsins.
einhverjir sem vilja tjá sig hér? Ef svo ekki, þá ætla ég að lesa eftirfarandi bókun. Upp til staðfestingar sveitarstjórn fagnar því að komið verði á rafrænum skilum og samþykkir vilja yfirlýsingu. Þau sem það samþykkja gefa merki, það samþykkt samhljóða. Þá það 5. mál á dagskrá og það tillaga B-lista breytinga á nefndarskipan skipulagsnefndar. Tillaga að Rafn Bergsson verði aðalfulltrúi í skipulagsnefnd í stað Bjarka Oddssonar. Einhver sem vil tjá sig varðandi þetta? Ef ekki þá bara legg ég þetta fram til staðfestingar. Þau sem staðfesta réttu bend. Það staðfest samhljóða. 7. liður, tillaga fulltrúa B-lista, hjólreiðastígur tenging Rangárþings eystra og Rangárþings ytra. Ég ætla bara að bjóða fulltrúum B-lista að fylgja þessu máli eftir. Lilja, gjör svo vel. Já, oddviti, aðrir fundarmenn, takk. Já, tillagan hljóðar svo, þetta tillaga fulltrúa B-lista, þar að segja hjólreiðastígur, tenging Rangárþings eystra og Rangárþings ytra. Fulltrúa B-lista leggja til að fjárfesting á lagningu hjólreiðastígs út að eystri Rangá verði sett á fjárfestinga og framkvæmdaáætlun ársins 2026, enda hefur fengist loforð hjá Vegagerðinni fyrir styrk til verkefnisins. Umrætt styrkloforð fékkst á síðasta kjörtímabili en ekki hefur enn verið hafist handa við lagningu stígsins og verkefnin ýtt aftur á fjárfestingaáætlun ítrekað. Þann 25. maí síðastliðinn kom ungmennaráð Rangárþings eystra á fund sveitarstjórnar og kynnti áherslur ungmennaþingsins sem haldið var síðastliðinn vetur var uppbygging hjólreiðastíga eitt af aðaláherslupunktum þess þings. Lagning stígsins myndi verða gríðarleg viðbót og myndi auka öryggi hjólreiðamanna og göngufólks við nú þegar mikið notaðar göngu- og hjólaleiðir, til dæmis svokallaðan Sólheimahring, Veiðihúsahring, hring með eystri Rangá og tenging við Rangárþing ytra. Með lagningu stígsins væri hægt að fara þessar leiðir án þess að þurfa að nýta þjóðveg 1 sem hluti af leiðinni, en það hamlar notkun leiðanna verulega miðað við núverandi umferðarþunga á þjóðvegi 1. Það okkur fulltrúum B-lista því kappsmál að lagning þessa hjólreiðastígs verði loks að veruleika, íbúum öllum og gestum okkar til hagsbóta, aukina möguleika til útivistar, hreyfingar og ekki síst öryggis. Undir þetta skrifa Bjarki Oddsson, Lilja Einarsdóttir og Rafn Bergsson. Og mér finnst þetta ekki síst bara vel til falli að koma þessa tillögu hér og ýta á eftir því að þetta verði lagt upp við fjárhagssamfunnavinnuna. Þegar sveitarstjóri var að minnast á Rift hjólreiðakeppnina sem alveg gríðarlega flott keppni, ég tek undir hvað við getum verið stolt af því að hafa hana hér heim í héraði og auðvitað eins og þeir hafa ítrekað minnst á aðstandendur þeirrar keppni að útvíkka keppnina hér heima í héraði. Þá myndi þetta geta komið vel út. Takk. Takk fyrir að fylgja þessu eftir Lilja. Anton Kári, gjörðu svo vel. Takk fyrir það, oddviti sveitarstjórnarfulltrúar tilheyrendur. Bara takk fyrir þessa fínu tillögu. Ég held við getum öll verið sammála það að þetta eitthvað sem koma skal að sjálfsögðu. Það einn hængur á sem ég áður minnst á, það enn ólokið samningagerð við hluta landeigendum leiðina, leið hjólastígsins, en það svo sem stuttur kafli, þannig að vel væri hægt að fara af stað, enda þurfum við kannski einhvers staðar að byrja og vonandi í framtíðinni einhvern tíma verður búið að tengja saman þéttbýliskjarnana hjá okkur í Rangárvallasýslu. Það heldur lengri kafli svo sem ytra þarf að fylla upp í, en bara sjálfsögðu þetta væri mikið öryggismál og mikið bara, lýðheilsumál væntanlega, en svo sem ég veit ekki hversu, og yrði bara, fyrst og fremst öryggismál. En mér finnst svona heilt yfir í fagnarlegu tillögunni og umræðum hana, við erum að fara að hefja vinnu við fjárhagsáætlun, þar sem koma alls konar tillögur og við þurfum að taka tillit til alls konar fjárfestinga og mér finnst þetta vera ein af þeim.
Þannig að mín tillaga án þess að vilja hafna eða samþykkja þessa bara að vísa henni til umræðu fjárhagsáætlun. Við erum, eins og ég segi, við erum að fara að ræða marga fjárfestingarkosti. Við höfum úr nóg að moða, það margt framundan og mér finnst þetta bara að vera eina af þeim tillögum sem við þurfum að ræða í þeirri vinnu sem framundan og bara fagna henni. Takk. Takk fyrir Anton Kári. Lilja, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir það, Oddviti, og takk fyrir það, Anton Kári. Það akkúrat það sem við erum að leggja til, að þetta verði tekið inn í vinnu við fjárhagsáætlunargerð og fjárfestingaáætlunargerð fyrir árið 2026. Við erum einungis að árétta þessa tillögu hér núna af því að við komum með hana hérna á fundi 12. júní síðastliðnum. Þá hljóðaði tillögan upp á það að hefja undirbúningsvinnu strax, svo gera mætti ráð fyrir framkvæmdinni sjálfri árið 2026. Þá vorum við einmitt að biðja að sú vinna, eins og með samning land og annað slíkt, myndi fara af stað strax í sumar til þess að vera klár. Það var það sem við áttum með þeirri tillögu. Meirihlutinn hafnaði þeirri tillögu og vísaði bara almennum hjólreiðastígagerð til fjárhagsáætlunargerðar. Þannig að það bara það sem við erum að hnykkja á og fögnum því ef meirihlutinn tilbúinn að taka þetta inn í fjárfestingaáætlun. Takk. Takk fyrir Lilja. Anton Kári, gjörðu svo vel. Takk fyrir það. Oddviti, sveitarstjórnarfulltrúar, tilheyrendur, bara laukrétt og það hefur líka náttúrulega, það hefur átt sér samtal við landeigendur sem sagt frá því í sumar og í sumar varðandi land undir þennan stíg og því miðar ágætlega og ég held svo sem að það ætti algjörlega að nást. En eins og ég segi, ég er tilbúinn að taka þessu umræðu í gerð fjárfestingaráætlunar fyrir árið 2026 og ásamt mörgum öðrum tillögum. Takk. Takk Anton Kári. Lilja, gjörðu svo vel. Já, Oddviti, aðri fundamenn. Já, gott að heyra. Og ég bara mjög ánægð að heyra að þessi undirbúningsvinna hafi farið á stað og vonandi hefur þá tillagan okkar þarna í sumar ýtt við þeirri vinnu þó hún hafi ekki verið samþykkt og það bara tilgangurinn að það fara á stað. Takk. Takk fyrir Lilja. Ég ætla þá að bera fram eftirfarandi tillögu. Tillaga að vísa tillögu fulltrúa B-lista vegna hjólreiðastígs til vinnu við fjárhagsáætlunargerð fyrir árið 2026 sem nú að hefjast. Þau sem samþykkja gefa merki. Það samþykkt. 7. liður á dagskrá fyrirspurn fulltrúa B-lista framgang framkvæmda samkvæmt fjárfestinga og framkvæmdaáætlun 2025. Og þá vil ég bjóða fulltrúum B-lista að koma og fylgja þessu máli eftir. Lilja, gjörðu svo vel. Já, Oddviti, aðri fundamenn, takk fyrir. Ég vil nýta tækifærið aftur og þakka sveitarstjóra fyrir góða yfirferð í minnisblaði í upphafi fundar. En við vorum búin að setja fram tillöguna áður en við sáum það minnisblað þannig að hún heldur bara sínu striki en það fyrirspurn fulltrúa B-lista framgang framkvæmda samkvæmt fjárfestinga og framkvæmdaáætlun 2025. Árið 2024 gekk ekki nægilega vel að framfylgja fjárfestinga og framkvæmdaáætlun sem sveitarstjórn samþykkti. Því spyrjum við nú hver staðan á framkvæmdum fjárfestinga ársins 2025 borið saman við áætlun ársins. Við óskum eftir að lagt verði fram yfirlit með áætlun og stöðu hvers verkefnis nú áður en vinna við fjárhags- og fjárfestingaáætlun ársins 2026 hefst með byggðaráði og sveitarstjórn. Og undir þetta rita Bjarki Oddsson, Lilja Einarsdóttir og Rafn Bergsson. Og mér þætti eðlilegt að
þetta yfirlit yrði svo lagt fram á næsta sveitarstjórnarfundi bara til kynningar, þannig að ef samþykkt verður. Takk fyrir. Takk fyrir Lilja. Anton Kári, gjörðu svo vel. Takk fyrir það, oddviti, sveitarstjórnar, fulltrúar og aðrir tilheyrendur, bara fín tillaga og þetta hefur verið svolítið ekki bara á síðasta ári heldur sem kannski svona gegnum gangandi í ára raðir hjá eins öflugu sveitarfélagi og Rangárþing eystra að við ætlum okkur mikið og viljum mikið og höfum gert gríðarlega mikið á bara undanförnum árum og áratugum. En það hefur alveg aðeins borið við að við höfum ekki getað komist í öll þau verk sem við ætlum okkur og það er svo sem margt það er sorglegt að geta það ekki af því að við höfum sem sagt ánafna fé í það en einfaldlega ekki fengið bara hendur eða fengið tilboð. Þannig að þetta er laukrétt og að gera hjá okkur að fylgjast með. Drög að svona yfirliti voru lögð var inn á síðasta eða þarsíðasta byggðarráðsfundi og þau eru klár, fjármálastjóri hefur unnið þetta yfirlit og það verður lagt fram á vinnufundi sveitarstjórnar núna á þriðjudaginn, þessi fyrsti vinnufundurinn okkar þá og bara sjálfsagt að setja gagnið líka einmitt eins og Lilja bendir á bara til kynningar á næsta sveitarstjórnarfund en þetta er klárt að hálfu fjármálastjóri búin að taka þetta saman, þannig að takk. Takk fyrir þetta Anton Kári, eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið? Ef svo ekki þá ætla ég að bera eftirfarandi bókun upp til samþykktar sveitarstjórn felur fjármálastjóra að taka saman yfirlit og leggja það fyrir fyrsta vinnufund sveitarstjórnar vegna fjárhagsáætlunar 2026. Þau sem það samþykkja. Já, tökum fundarhlé. Já, velkomin aftur eftir þetta örstutta fundarhlé. Við erum hérna að ræða mál númer hvað er þetta? 7. Takk fyrir Margrét. Ég hef búin að rugla blöðunum hérna hjá mér. Við bættum örlítið við bókunina í fundarhléinu, en ég ætla að lesa hana hérna af skjánum. Sveitarstjórn felur fjármálastjóra að taka saman yfirlit og leggja það fyrir fyrsta vinnufund sveitarstjórnar vegna fjárhagsáætlunar 2026. Einnig verði yfirlitið lagt fram til kynningar á næsta fundi sveitarstjórnar. Þau sem samþykkja gefa merki, það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin hér í skipulagsmál. Næsta mál og dagskrármál númer 8 er aðalskipulag Ytri skógar. Skipulags- og umhverfisnefnd leggur til við sveitarstjórn að aðalskipulagslýsingin verði send til lögbundinna umsagnaraðila og kynnt samkvæmt 30. grein skipulagslaga númer 13/2010. Er einhver sem vill tjá sig varðandi þennan lið? Ef svo er ekki, þá legg ég eftirfarandi bókun upp til staðfestingar. Sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umhverfisnefndar og samþykkir að tillagan verði auglýst í samræmi við skipulagslög númer 123/2010. Þau sem það samþykkja gefa merki, það er samþykkt samhljóða. 9. mál aðalskipulag Seljalandssel. Skipulags- og umhverfisnefnd gerir athugasemd við framlagða tillögu og bendir á að tillagan er ekki í samræmi við aðalskipulagsbreytingu fyrir svæðið. Skipulags- og umhverfisnefnd leggur til við sveitarstjórn að heimila að skipulagssvæðið verði endurskoðað. Eitthvað hér sem fundamenn vilja ræða? Bjarki, gjörðu svo vel. Takk oddviti. Áður en að ég tek afstöðu til þessa, þá held ég að verða að fá okkur til að skýra þetta betur út fyrir mér. Ég
Ég las í gennum þetta og þetta er 15. fundurinn sem þetta fyrir ná, ef ég las rétt. Og þannig erum við með aðalskipulag við Seljalandsel og skipulags- og umhverfisnefnd leggur til við sveitarstjórn að heimila skipulagssvæði verði endurskoðað. Ég veit bara ekki hvað við erum að fara ákveða. Hvað erum við að ákveða? Getur ykkur útskýrt fyrir mér hvar við erum núna stödd? Erum við að fara að heimila breytingu á aðalskipulagssvæðinu eða deiliskipulagssvæðinu? Það eru fullt af athugasemdum þarna varðandi einhver starfsmannahús sem hefur verið svarað að einhverju leyti. Mér finnst þess að þetta sé komið í einhvern svakalegan hnút og ég átta mig ekki á hvað ég hef verið að leggja til. Þannig ég væri til að fá smá útskýringu á þessu áður en ég tek afstöðu. Takk. Takk fyrir Bjarki. Anton Kári, ef beðum orðið, gjörðu svo vel. Takk fyrir það, oddviti sveitarstjórnarfulltrúar tilheyrendur. Ég ætlaði nú að fá útskýringar á þessu frá Bjarka sem hann situr í skipulagsnefnd, en hérna, ekki lengur. Nei, öllu gamni slepptu. Mín túlkun er svo, þarna fór á sínum tíma af stað í rauninni 2 aðalskipulagsbreytingar frá sama aðila sem einhvern veginn byrjuðu svo að þvælast fyrir hvor annarri og náttúrulega ýmislegt og fór marga hringi. En þarna, og ég í rauninni bara sé það svolítið núna eftir að þetta kemur hérna inn í gögnin, við í rauninni, við erum ekki að taka neina stjórnvaldsákvörðun á þessum fundi hér. Eins og bókunin þarna kemur frá skipulagsnefnd, skipulags- og umhverfisnefnd leggur til við sveitarstjórn að heimila skipulagssvæðið verði endurskoðað. Það sem liggur fyrir er í rauninni þá að sameina 2 tillögur aðalskipulagsbreytingum í eina. Og það er ekki búið að vinna það. Það er heimildin til þess að vinna það. Þannig að það er engin stjórnvaldsákvörðun eða ekkert bindandi sem er gert hér af því að svo er tillagan unnin og ég tel einmitt að þetta vinna hana þannig að hún nái utan svæðið í heild, þetta sé ekki 2 tillögur frá sama aðila undir mismunandi hlutin. En í rauninni það sem ég er að reyna að segja Bjarki til útskýringar að við erum ekki að samþykkja neitt hér í dag einhverja tillögu til auglýsingar eða tillögu til endanlegar afgreiðslu, heldur við erum að samþykkja að hún verði, það verði fiktað í deiliskipulagsmörkunum og þeim breytt. En svo fáum við þá í framhaldi fengið þá skipulagsnefnd tillöguna til sín og sveitarstjórn. Þetta er minn skilningur á þessu. Takk. Takk fyrir þetta Anton Kári. Eru fleiri sem vilja tjá sig varðandi þetta? Bjarki, gjörðu svo vel. Já, takk og takk Anton Kári fyrir þessu yfirferð. Og ég bara meina follow-up spurningu, afsakið. Er það rétt skilið, eru þeir núna verið að steypa saman 2 deiliskipulögum í þessari aðalskipulagsbreytingu? Eða eru 2 aðalskipulagsbreytingar í gangi sem við verðum að fara að steypa saman? En ég held að, ég meina ef við erum ekki að taka inn á stjórnvaldsákvörðun, ef við erum að fara að heimila að það verði bara að gera breytingar á skipulaginu, ég held að það sé alltaf verið að gera einhverja breytingar og ég held að það sé bara gott mál. Ég held að þetta hef ekki fengið samþykkt eins og þetta liggur í dag. Að þá er það bara gott og ég bara óska þeim góðs gengis í skipulagsvinnunni. Takk fyrir Bjarki. Anton Kári, gjörðu svo vel. Takk fyrir það, oddviti sveitarstjórnarfulltrúar tilheyrendur. Já, þarna er verið að breyta aðalskipulagi sem nær þá utan fleiri en 1 þjónustusvæði en það er ekki verið að eiga við þá deiliskipulögin þar fyrir innan. Nema að því leyti að þau skipulög eru náttúrulega ekki ennþá staðfest hjá okkur, þau eru búin í ferli og annað slíkt. Þannig að í rauninni aðalskipulag er grundvöllur fyrir að vinna deiliskipulag. Og ef það breytist á núna einhverjir skilmálar í aðalskipulag í áframhaldandi vinnu, að þá getur vel verið að það verið breytt líka skipulögum sem hafa verið auglýst. Ég þekki nú ekki alveg stöðuna á deiliskipulögunum, hvar þau eru í ferlinu,
En já, svo tala maður náttúrulega í hringi skipulagsferli eru hlutarins eðli frekar flókin fyrirbæri og margir hringir og margar auglýsingar en kannski svona það sem ég einbra á í þessu að við erum ekki að taka neina endalega ákvörðun eitt né neitt. Og ef að þetta til að skipulagsnefndar til þess að einfalda hluti og minnka hættu á mistökum og þá ég fylgjandi henni líka og leyfa þeim að vinna það áfram. Takk fyrir Anton Kári. Lilja, gjörðu svo vel. Já, oddviti, það fundament, takk. Ég hef nú setið í skipulagsnefnd og ég geri það ekki núna. Ég var alveg á sama stað, mér fannst þetta svona dálítið flókið. En þessi bókun sem liggur fyrir, mér finnst að það megi lesa, það er reyndar ekki búið að lesa hann upp hérna fyrir fundin, en að því hún stendur hérna á skjánum, að sem sagt heimilar að aðalskipulagsbreytingin verði endurskoðuð samkvæmt deiliskipulagstillögunni. Við erum sem sagt að samþykkja að leyfa þeim að gera breytingartillögu á aðalskipulagi í samræmi við deiliskipulagstillöguna þeirra. Ég skil þetta þannig. Og allar ákvarðanir sem við tökum að heimila fólki eitthvað eða banna því eitthvað eru stjórnvaldsákvarðanir. En þannig að auðvitað, ef við myndum segja nei við þessu, þá værum við að hafna einhverju. Þannig að, ég er ekki að segja sér móti þessu, við séum örugglega með bókunna þannig að sé ekki hægt að skilja hana á einhvern tvíraðan hátt. Bara, takk. Takk fyrir Lilja. Anton Kári, gjörðu svo vel. Takk fyrir það, oddviti, sveitarstjórnarfulltrúi og tilheyrendur, en þetta akkurat þetta, nefnilega í skipulagslögunum það þannig að aðalskipulag er alltaf forræði okkar, skiljið. Það er sveitarfélagi sem í rauninni vinnur tillögu að aðalskipulagi. Og þess vegna í rauninni í lögunum, og það kannski aðeins að rugla okkur í þessu líka, að stundum erum við að afgreiða heimild til þess að vinna deiliskipulag. Við veitum einkaaðilum heimild til þess að vinna deiliskipulag. Við veitum engum öðrum í rauninni heimild til þess að vinna aðalskipulag. Það er unnið á okkar forsendum og eins og ég allavega skil þetta frá skipulagsnefnd og notabenni ég satt ekki í fundin þannig að ég heyrði ekki umræðu skipulagsnefndar að þá á í rauninni þarna að fara að taka upp hluta aðalskipulagi til þess að taka tillit til þess sem búið að vinna nánar í deiliskipulagi. Þannig að þetta er mjög ruglingslegt og ég er algjörlega sammála en ég held fyrir mína parta finnst mér sjálfsagt að samþykkja að þetta verði unnið áfram af því að eins og þið viti líka að aðalskipulagin eru algjörlega í okkar höndum. Þannig að við erum ekki að hleypa neinu af stað. En takk. Takk fyrir Anton Kári. Eru fleiri sem vilja? Það hefur óskað eftir fundarhléi og það er fúslega veitt. Velkomin aftur eftir þetta fundarhlé. Við erum í dagskrálið 9, aðalskipulag Seljalandssel og ég ætla að lesa hér bókun til staðfestingar. Sveitarstjórn frestar afgreiðslu erindisins og óskar eftir frekari gögnum málið. Þau sem það samþykkja gefa merki, það er samþykkt samhljóða. 10. mál á dagskrá, skipulagsumhverfisnefnd, hljóp yfir titilinn hérna, aðalskipulag, breyting á þjóðvegi 1 við Steinafjall. Skipulagsumhverfisnefnd leggur til við sveitarstjórn að gerð verði breyting á aðalskipulagi sveitarfélagsins á legu hringvegarins við Steinafjall undir Eyjafjöllum. Eru einhverjir sem vilja tjá sig varðandi þetta? Bjarki, gjörðu svo vel. Já, takk út ég var svo sem búinn að vara samstarfsmennum mína í sveitarstjórn við fyrir að ég ætlaði að vera mikið í pontu í dag. En hérna komum fram til að breytingu legu þjóðvegar 1 í aðalskipulagi Rangárþings eystra. Og ég held að ég skoðaði myndina sem að liggur fyrir. Það er eina gagnið í málinu sem liggur fyrir. Það er mynd með tillögum að þessu og ég held að mörgu leyti
skil ég hvað verið að gera þarna, en ég skil það ekki alveg að öllu leyti og ég held að það væri gott að fá þarna einhverja rökstudda greinargerð með hvaða ávinningi og hvað við erum að af hverju við erum að leggja til að fara í þessar breytingar. Því að ég skil það einhverju leyti en að öðru leyti þá sé ég bara að mennir verða brjálaðir sko. Þannig að já, ég sé ekkert, ég legg til að við óskum eftir frekari greiningu eða rökstuðning með þessu að við tökum ákvörðun. Takk. Takk fyrir Bjarki, Anton Kári, gjörðu svo vel. Oddviti, sveitarstjórnar fulltrúar og aðrir tilheyrendur. Herðu, þetta er mjög einföld tillaga og þetta er í rauninni fyrstu skref, nú fyrir við aftur í skipulagsmál og flækjumst við skipulagsmál. Þetta er fyrstu skref þá í vinnslu tillögu, að við setjum af stað vinnu við einhverja breytingu en það er ekkert búið að vinna neitt. Þetta kemur í kjölfar núna funda með Vegagerðinni og kemur í kjölfar ítrekkaðs grjóthruns við Holtsnúpinn sem var til dæmis banaslys núna í vor. Þetta snýst tilfærslu á veginum suður inn í land Varmahlíðar. Það átt sér óformlegt spjall við landeigendur þar tilfærslu á veginum. Og svo að hinu leitinu snýst þetta í raunum tilfærslu á veginum, út úr steinahlaðinu, eða framhjá steinahlaðinu. Það tillaga sem var áður inn í aðalskipulag hjá okkur fyrir, ég þarf nú ekki alveg að giska á það, fyrir margt löngu. Þetta var tillaga Vegagerðarinnar. Hún hugnaðist íbúum í Steinahverfinu ekki þá, á þeim tíma. Hvort hún gerir það núna ég svo sem ekkert alveg algjörlega viss en að sjálfsögðu á þarna eftir og það kannski næsti fasinn þarna á eftir að eiga sér einmitt svo allt samtal og samstarf bæði og þetta eru báðar tillögur frá Vegagerðinni. Við erum ekki að leggja sjálf í neitt kostnað við þessar framkvæmdir að neitt svoleiðis og þetta er líka framtíðar músík. Að sjálfsögðu væri hægt að vísa svona löguð inn í heildarendurskoðun aðalskipulags sem þarf að taka ákvörðun á næsta ári eftir kosningar líka. En mér fannst tilvalið í rauninni að koma þess að stað og byrja að vinna og einmitt þá koma línunum á blað. Svo náttúrulega samráð við landeigendur, það samráð við Vegagerð og minjavernd og náttúruvernd og ég veit ekki hvað og hvað. Þannig að þetta í rauninni bara fyrstu skref og ég myndi gjarnan vilja að við heimilum í rauninni skipulagsfulltrúa að byrja þessa vinnu og taka hana saman. Takk. Takk Anton Kári. Bjarki, gjörðu svo vel. Takk fyrir oddviti, takk Anton Kári fyrir þessar útskýringar og þær eru virkilega góðar. Ég held bara eins og þetta blasir við íbúum sem lesa þessa fundargerð að þá verið að leggja til þarna og við samþykjum, við samþykjum að fara í breytingar á aðalskipulagi eða fela byggingarfulltrúa og þetta eru gögnin sem undir og íbúar geta lesið og ég einungis að benda á það að þannig að íbúar okkar og til að koma í veg fyrir að til dæmis að gerist aftur sem gerðist í Þórsmerkurmálinu að fólk fari bara að mistúlka hlutina eitthvað út í loftið að þá sé gott að við segjum og þetta er fyrsta skrefið í hugmyndavinnu sem unnin í samráði við íbúa og ég þekki vel þarna til á svæðinu og auðvitað er þetta mörgu leyti bara virkilega þarft en ég sé líka fyrir mér að með alla þessa landeigendur að það verði nú ekki allir á eitt sáttir. Takk. Takk fyrir Bjarki, eru fleiri sem vilja tjá sig. Anton Kári, gjörðu svo vel. Takk fyrir það, oddviti, sveitarstjórnar fulltrúar tilheyrendur. Ég held bara akkurat það. Þarna erum við þá heimilega skipulagsfulltrúar til þess að vinna málið áfram sem felst þá eins og ég kom inn á þann í samtali við landeigendur og í samtali við alla hagaðila. Vissulega ef það kemur upp mikil óánægja með landeigenda þá það eitthvað sem við þurfum að sjálfsögðu taka tillit til og ég held að sé engin á þeim buxunum að fara í einhverja tillögu sem í andstöðu við vilja íbúa þarna á svæðinu.
Ég ætla heldur ekki að gera neinum upp skoðanir. Mér finnst bara að gera vinna þetta stað, það er ekki mikil kostnaður þar á bak og þetta fer í sem sagt bara heljarinnar samráðsferli eins og skipulagslög og það ferli segir allt til. En takk. Takk fyrir Anton Kári. Eru fleiri sem vilja tjá sig varðandi þennan lið? Ef ekki þá ætla ég að lesa eftirfarandi bókun upp til samþykktar. Sveitarstjórn tekur jákvætt undir tillögur skipulags- og umhverfisnefndar og felur skipulags- og byggingafulltrúa að vinna málið áfram í samtali við hagaðila. Þau sem samþykkja gefa merki, það er samþykkt samhljóða. 11. mál á dagskrá, deiliskipulag Kirkjuhvolsreitur, sértækt íbúðarhúsnæði. Skipulags- og umhverfisnefnd leggur til við sveitarstjórn að framlögð tillaga verði send til umsagnaraðila og auglýst samkvæmt skipulagslögum nr. 123/2010. Hverjir sem vilja tjá sig varðandi þennan lið? Lilja, gjörðu svo vel. Já, oddviti og aðrir sveitarstjórnarfulltrúar. Það er komin fyrir deiliskipulagstillaga við skildar rétt sem við þurfum að samþykkja að Kirkjuhvolsreit vegna bygginga þessa húsnæðis. En ég sakna þess að það var fjallað málið á held ég 200, ég var nokkuð skrítið hjá mér en eitthvað glataði því. Það var allavega á 21. ágúst, þá fjölluðum við þetta á byggðarráðsfundi og þá óskuðum við eftir að það yrðu gerðar 3 tillögur og útfærðar á Kirkjuhvolsreitnum sem við getum tekið afstöðu til. Ég tel það alveg fráleitt að fara að samþykkja þessa tillögu á þessum tímapunkti áður en það er búið að leggja fyrir okkur þessar tillögur hinar. Þessi tillaga, eins og framkom í bara samtali á byggðarráðsfundi, þó það ekki verið í bókun, er á afar dýrmætum reit að mínu mati, bæði hvað varðar Kirkjuhvol og heilsugæsluna. Þetta er framtíðarbyggingasvæði til stækkunar Kirkjuhvols sem auðvitað fleiri svæði, en akkurat þessi reitur finnst mér vera dýrmætari heldur en sumir þeirra, ekki síst með tilliti til heilsugæslunar, en það er ekki mörg ár síðan það voru kynnt áform að byggja við heilsugæslu Rangárþings og ég veit ekki til þess að það hafi verið lögð af þó það hafi ekki farið af stað og þá átti á þessum byggingarreit að byggja stækkun til þess að hýsa sjúkraflutninga Rangárþings og það er ekki verið að fella út þennan byggingarreit, það er verið að minnka, það er verið að þrengja þarna að, en ég held að sé einmitt gríðarlega mikilvægt fyrir okkur að þrengja ekki af þeirri uppbyggingu til þess að það sé ekki hægt að segja við okkur að við höfum ekki verið heila bak við það að þessi uppbygging geti átt sér stað og tryggja þannig sjúkraflutninga í Rangárþingi eystra. Núna eru þeir bara í leiguhúsnæði, ég veit ekki hvað það er langur samningur, ég mann það bara ekki, en ég held þetta sé mjög mikilvægt og þess vegna myndi ég gjarnan vilja sjá aðrar tillögur eins og við kölluðum eftir áður en við þetta fyrir gegn. Ég vil samt skýrt taka það fram, ég gleðst mjög yfir því að það sé við að fara að byggja þennan kjarna sem við erum búin að bíða eftir í mörg ár. Ég held að kannski einhverjir dagar til eða frá sem við getum fengið þessar tillögur og mynda okkur skoðun, skipta ekki höfumáli í því samhengi, það skiptir höfumáli að vanda sig. Þannig að ég kalla eftir þessum tillögum, takk. Hafið þær farið fram hjá mig biðst ég afsökunar. Takk fyrir Lilja, Anton Kári, gjörðu svo vel. Takk fyrir það, oddviti, sveitarstjórnarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Nei, ég hugsa að þær hafi ekkert farið framhjá þær, en ég veit að þær voru unnar og voru til umfjöllunar einmitt eins og byggðarráð lagði til
inn á fundi skipulagsnefndar og út úr því kemur svo þessi tillaga. Bara líkt og ég sagði áður, ég var ekki á þeim fundi þegar skipulagsnefnd, en ég sá að það var búið að vinna drög að öðrum tillögum líka og kannski líka einmitt bara til áréttingar bókunin okkar, þetta allt rétt sem kom fram hjá henni Lilju. Hún var á þessa leið byggðarráð staðfesti bókun skipulags- og umhverfisnefndar og samþykkir að gerð verði breyting á deiliskipulagi fyrir Kirkjuhvolsreitin þar sem gert verði ráð fyrir sértæku búsetuúrræði fyrir fatlaða. Byggðarráð leggur til að unnin verði fleiri en ein tillaga að staðsetningu innan Kirkjuhvolsreitsins. Og þetta lét skipulagsfulltrúi veiti til gera og var með inn á skipulagsnefndarfund og þess vegna er tillagan komin þá bara hingað til okkar en við auðvitað þá í rauninni fengum ekki þá tækifæri á að ræða þessar 3 tillögur. Bara gott og vel og það er kannski eitthvað sem við ættum, það liggur ekki lífið á, ég sammála Lilju í því að við eigum að vanda okkur og ekki hvað síst þegar við erum að fara inn í gróið hverfi með eitthvað. Ekki það að ég hef litlar áhyggjur að við séum að ganga á, eins og kemur fram í þessari tillögu, þá er verið að ganga á minnka 100 fermetra byggingamagn við heilsugæslustöðina, með Kirkjuhvolsreitin sjálfan og viðbyggingar við Kirkjuhvol að þar eigum við ennþá tækifæri til stækkunar um 100%. Þannig að ég hef svo sem engar áhyggjur að við séum að ganga á það. En það er líka allt í lagi að þessar tillögur sem voru unnar með aðra staðsetningu að þær komi fyrir fyrir sveitarstjórn eins og byggðarráð lagði til og bara fái umræðu af því að ég bara tek heilshugar undir það. Mér þykir líklegast við endum á þessum stað en ég vil ekki útiloka neitt og þetta á að vera til umræðu við þurfum að vanda okkur og þannig að við þurfum ekki að flýta okkur svona mikið og við getum frestað þessu erindi. Fresta afgreiðslunni og fengið í rauninni nánari útskýringar og sjá hinar tillögurnar sem unnar voru. En að samaskapi fagna ég þessu auðvitað og við megum ekki láta okkur standa varðandi byggingu þessa íbúðakjarna og getum farið vonandi að stað með framkvæmdir strax í haust. Takk. Takk fyrir Anton Kári. Bjarki, gjörðu þið svo vel. Já, takk Oddi og takk Anton Kári og Lilja fyrir að hefja þessu umræðu. Þetta er virkilega gott. Ég er einmitt hjartanlega sammála, við megum ekki drífa okkur á mikið og þegar maður hefur áhyggjur af Kirkjuhvol. Við getum stækka Kirkjuhvol töluvert áður en að við þurfum að byggja annað dvalar- og hjúkrunarheimili. Þannig að við þurfum að þarna passa upp á og við séum örugglega ekki að ganga á þarna uppbyggingarmöguleika bæði þar og heilsugæslunnar og við náttúrulega erum alltaf að vaxa samfélagið okkar og við þurfum að þrýsta á að við séum að fá grunnþjónustuna okkar frá ríkinu og við erum alltaf að því og við viljum fá fleiri hjúkrunar- og dvalarrými hérna og við viljum fá að stækka Kirkjuhvol ennþá meira því að biðlistarnir, þeir segja bara að það er bullandi þörf. En á sama tíma fagna ég því gríðarlega að við séum að fá loksins þetta frábæra húsnæði til okkar og við látum að sjálfsögðu ekki á okkur standa en ég held að við ætlum að vanda okkur og ég er virkilega ánægður með þá tillögu mun styðja tillögu Andrés Kára við frestum málinu þangað til við erum búin að ræða og fá að ræða hina möguleikana. En takk fyrir takk. Takk fyrir þetta, Bjarki. Já, ég svo sem sammála því að við þurfum að vanda okkur og svo sem allt hefur sína kost og galla þegar það kemur að staðsetningu í þessu máli svo sem eins og öðrum. En segi fyrir mig að mér hugnast þessi tillaga ágætlega. Taka fundarhlé. Já, velkomin aftur eftir þetta fundarhlé. Til umræðu fyrir fundarhlé var mál nr. 11, deiliskipulag Kirkjuhvolsreitur, sértækt íbúðarhúsnæði. Já, ég ætla að fara bara beint í að lesa bókun varðandi þennan dagskrárlið og bera hann upp.
Sveitarstjórn frestar afgreiðslu málsins og óskar eftir því að fá til umræðu aðrar tillögur sem unnar hafa verið í tengslu við íbúðakjarna fyrir sjálfstæða búsetu fatlaðra. Þau sem samþykkja þessa bókun gefa merki. Hún samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í 12. dagskrárlið, það deiliskipulag Emstrur-Mosal. Skipulags- og umhverfisnefnd leggur til við sveitarstjórn að tillagan verði send til skipulagsstofnunar til yfirferðar og afgreidd samkvæmt 42. grein skipulagslaga númer 123/2010. Eitthvað hér sem fundarmenn vilja ræða? Ef svo ekki, þá ætla ég að lesa eftirfarandi bókun upp til staðfestingar. Sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umhverfisnefndar og samþykkir að tillagan verði send til skipulagsstofnunar til yfirferðar og afgreidd í samræmi við 42. grein skipulagslaga númer 123/2010. Þau sem það samþykkja gefa merki. Það samþykkt samhljóða. Mál númer 13 deiliskipulag Vindás Litli Moskvoll. Skipulags- og umhverfisnefnd leggur til við sveitarstjórn að deiliskipulagstillagan verði auglýst samhliða aðalskipulagsbreytingu og send til umsagnar aðila samkvæmt 41. grein skipulagslaga númer 123/2010. Eitthvað hér sem fundarmenn vilja ræða? Ef svo ekki, þá lesi ég eftirfarandi bókun upp til staðfestingar. Sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umhverfisnefndar og samþykkir að tillagan verði auglýst í samræmi við 41. grein skipulagslaga númer 123/2010. Þau sem samþykkja gefa merki. Það samþykkt samhljóða. 14. mál á dagskrá deiliskipulag Bergþórugerði fjölgun parhúsa. Með deiliskipulagsbreytingunni verið að fjölga par- og raðhúsum í Bergþórugerði í B9. Skipulags- og umhverfisnefnd leggur til sveitarstjórn að breyting á deiliskipulagstillögunni verði send til umsagnaraðila og auglýst samkvæmt skipulagslögum númer 123/2010. Eitthvað hér sem að fundarmenn vilja ræða? Ef svo ekki, þá lesi ég eftirfarandi bókun upp til staðfestingar. Sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umhverfisnefndar og samþykkir að tillagan verði auglýst í samræmi við skipulagslög nr. 123/2010. Þau sem samþykkja gefa merki og það samþykkt samhljóða. Næst á dagskrá, við erum komin hér í fundargerðir og við ætlum að byrja hér á lið nr. 15. Það byggðaráð 281. fundur, lögð fram til umræðu og staðfesting á fundargerð 281. fundar byggðaráðs. Eitthvað í þessari fundargerð sem að fundarmenn vilja ræða? Ef svo ekki, þá legg ég fram til staðfestingar þessa fundargerð 281. fundar byggðaráðs. Þau sem hana staðfesta gefa merki, hún staðfest samhljóða. Númer 13 byggðaráð 282. fundur, lögð fram til umræðu og staðfestingar fundargerð 282. fundar byggðaráðs. Eitthvað í þessari fundargerð sem að fundarmenn vilja ræða? Ef svo ekki, þá legg ég fram þessa fundargerð 282. fundar byggðaráðs til staðfestingar í heild sinni. Þau sem hana staðfesta gefa merki, hún staðfest samhljóða. 17. dagskrárliður byggðaráð 283. fundur, lögð fram til umræðu og staðfestingar fundargerð 283. fundar byggðaráðs. Eitthvað í þessari fundargerð sem fundarmenn vilja ræða? Ef ekki, þá legg ég fundargerð 283. fundar byggðaráðs fram til staðfestingar í heild sinni. Þau sem hana staðfesta gefa merki, hún staðfest samhljóða. 18. liður á dagskrá byggðaráð 284. fundur, lögð fram til umræðu og staðfestingar fundargerð 284. fundar byggðaráðs. Eitthvað í þessari fundargerð sem að fundarmenn vilja ræða? Ef svo ekki, þá legg ég fram til staðfestingar, nú er þetta svo marga fundargerðir, á 284. Þá legg ég fram hér til staðfestingar 284. fundargerð byggðaráðs
til staðfestingar í heild sinni þau sem hana staðfesta gefa merki. Takk fyrir, það er staðfest samhljóða. Þá erum við komin í 19. dagskrárlið. Það byggir á 285. fundur, lögð fram til umræðu og staðfestingar fundargerð 285. fundar byggðarráðs. Eitthvað í þessari fundarmenn sem fundarmenn vilja ræða. Ef ekki, þá legg ég fram 285. fundargerð byggðarráðs fram til staðfestingar í heild sinni. Þau sem hana staðfesta gefa merki. Það er staðfest samhljóða og þá er það 20. mál dagskrá. Það er byggðarráð 287. fundur, lögð fram til umræðu staðfestingar fundargerð 287. fundar byggðarráðs. Eitthvað hér sem fundarmenn vilja ræða. Ef svo er ekki, þá legg ég fram til staðfestingar í heild sinni 287. fundargerð byggðarráðs. Þau sem hana staðfesta gefa merki. Hún er staðfest samhljóða. Og þá er það mál númer 21 á dagskrá sem er síðasta mál á dagskrá þessa fundar. Það er byggðarráð 287. fundur, lögð fram til umræðu og staðfestingar fundargerð 287. fundar byggðarráðs. Er eitthvað í þessari fundargerð sem fundarmenn vilja ræða? Ef svo er ekki, þá legg ég fram til staðfestingar í heild sinni fundargerð 287. fundar byggðarráðs. Þau sem hana staðfesta gefa merki. Hún er staðfest samhljóða. Og þá er þessum sveitarstjórnarfundi slitið. Ég þakka þeim sem horfðu á okkur í beinni.